Happy Campers nýsköpun í ferðaþjónustu. Með flotta ferðabíla og með aðsetur í Njarðvík. Við kíktum. Ferðaþjónustu fyrirtækið Happy Campers í Reykjanesbæ varð til fyrir næstum áratug síðan, en það hreiðraði sig í Reykjanesbæ fyrir 2 árum. Hjónin Herdís Jónsdóttir og Sverrir Þorsteinsson höfðu verið í verslunarrekstri í 2 áratugi en vildu söðla og gera eitthvað annað og þá helst tengt ferðaþjónustu. Suðurnesja Magazín tók hús á Happy Campers. Fyrir 9-10 árum síðan þá vorum við í öðrum business við fjölskyldan. Svo kemur hrunið margfræga sem allir þekkja nú og upp úr því kveiknaði þessi hugmynd að koma með eitthvað ferðatengt og í fréttunum á þessum tíma þá var talað að það vantaði bílaleigubíla á markaðinn. Þessi ferðamannasprengja var að detta í gang. Okkur langaði ekki þessa hefðbundnu bílaleigubíla því það voru margir í því en þá fengum við þessa brilljant hugmynd upp úr svona góðu spjalli yfir eldhúsborðinu eitt kvöldi við hjónin og þetta varð úr, það er að segja búa til einhvers konar faratæki sem væri einfalt að ferðast í og væri svona eins og við kölluðum þetta stundur svona tjald á hjólum frekar en hús á hjólum eða eitthvað slíkt og þetta kemur til vegna þess að minn bakgrunnur er hjólamennska á mótorhjóli. Ég er búinn að fara á mótorhjólum kringum allan heiminn og þar einfaldleikinn í fyrirrúmi, þú hefur ekki pláss fyrir margt með þú ert að mótorhjólunniðinu og þaðan kemur eiginlega þessi hugmynd. Það er svona að pikkuð upp svona hluti sem ég hef séð við heiminn og nýta okkur ástandi sem var á þeim tíma, var þetta að fá mikið af bílum ódýrt og ég er óhræddur og við hérna, við erum óhrædd við að prófa nýja hluti. Þannig við keyptum bíl og svo ætlum við að fá innréttingu og þá var bara brett upp ermar og byrja og eftir 2-3 tilraunir þá duttum við niður á innréttingu og svo hefur þetta nú bara þróast og þetta er byrjunin. Já, það er þannig að þið fáið bara til ykkar hráa sendibíla og gerið þetta allt frá grunni. Já, það er akkurat þannig og því í byrjun þá keyptum við bara nota bíla sem voru á markaðnum, iðnaðarbílar, hentu bara öll úr og fyrir fram að mér stóð bara tómur bíl. Og svo byrjuðum við bara hann og smíða, spýtur og hamar og sög eins og maðurinn sagði. Þannig virkar það. Í dag auðvitað kaupum við nýja bíla frá innboðinu bara, alveg tóma og svo setjum við í það sem þarf að vera í þeim. Þessi bílar ykkar, þeir vekja athygli, þeir eru svolítið litskrúðugir. Já, við erum mikið fyrir liti og gleði og þess vegna reynum við að hafa þetta allt saman í þessum glaðlegu, skemmtilegu litum og brandið okkar, vörumerkið okkar og hvernig við skreytum bílana og merkjum á. Þetta er ekkert eitthvað tilviljun, þetta er allt með svona hugsun á bakvið að þegar þú sérð svona bíl út á götu þá svona brosir út í annað kannski pínlítið, ekki að því hann er fyndinn eitthvað heldur að því líður bara vel að sjá svona. Og það er svona hugmyndafræðin á bakvið þetta, bara svona hamingja. Það getur margir haldið að þetta vörumerki ykkar, Happy Camper, þetta sé eitthvað alþjóðlegt vörumerki en þetta er íslenskt niður í dýptur rætur. Já, þetta er alíslenskt þó að svo sem sé ekki íslenskt sem slíkt en þetta kemur bara úr okkar hausum hér innan hús og verður kannski alþjóðlegt eitthvað tíman en þá út frá okkar forsendum. Við erum nú þegar búin að opna í Suður-Afríku til dæmis og hugsanlega opnum við á fleiri stöðum í heiminum í svona náinni framtíð. Þannig að það er aldrei að vita hvað gerist. Hvaðan eru ykkar viðskiptavinir að koma? Þeir koma nú hvaðan af í sjálfum sér en svona stærstu hópurinn í dag er Norður-Ameríka og svona, já, Norður-Ameríka og Norður-Evrópa. Það er kannski svona summer er þetta svona mest upp en að sjálfsögðu fáum við frá öllum heimsálfum. Og fólk er að bara ferðast þjóðveg 1 allt í kringur landið og kannski eitthvað rúmlega það. En þið leggið svolítið áherslu á það að fólk sé ekki að fara mikið út á malbygginu. Já, það er auðvitað söluvara númer 1 og það er kannski ekki allir sem gerir sér grein fyrir því að söluvara númer 1 á Íslandi er hringvegurinn okkar. Þannig að þá kom nú berlega ljós þegar á sínu tíma einhver brú fór hérna fyrir austan að það fór allt í vitleysu bara. En já, það er þannig að hringvegurinn er raunverulega okkar söluvara og svona með útúrdúrum úr því að sjálfsögðu. Og okkar bílar mega ekki fara inn á hálendi þannig að þetta eru langmestu leyti þessi venjulegu malbikuðu vegir pluss svona hefðbundni malarvegir sem ekkert vandamál en ekki inn á fjallvegina og þá með því að gera það þá ertu nú að svona komast yfir svona langstærsta hlutanið sem fallegt og skemmtilegt á Íslandi.
Þið mitt leggið mikla áherslu á að uppfræða þá sem taka bíla á leigu hjá ykkur. Þeir fá bara talsverða kennslu og fræðslu áður þeir fara út í umferðina. Já, við höfum verið satt segja bara í farabroddi á íslenskum bíllögum með þessa hluti og það kemur einfallega til að það okkar eigin ást á íslenski náttúru sko. Þannig að ég og við fjölskyldan ferðust mikið landið og viljum njóta landsins og þess vegna viljum við fræða fólkið okkar mikið bæði náttúruna, allar hættur og vegi og umferð og við erum til dæmis með sérstakt, við kallum það information corner, bara upplýsingahotn og kennsluhotn, þar sem við erum með kort og blöð og stóra snertiskjái og búin að búa til okkar eigið efni og förum bara yfir alla þessa hluti vegna þess að það auðvitað okkar akkur líka að ekki bara fá bílan okkar heila, heldur líka að fá fólkið heilt tilbaka og brosandi og ekki tjóni og vitleysu. Því að það auðvitað bara skila sér á allan hátt fyrir alla. Sko. Og ykkar viðskiptavinir þetta bara koma heilir heim. Það skilst mér að bílarnir sé að koma í mjög góðu ástandi tilbaka. Já, það má eiginlega segja að sko, okkar viðskiptavinir í flestum tilvikum svona ungt fólk frekar. Pör mikið, alls konar pör og þeir sem að kjósa ferðast á þennan máta svona á eigin vegum og hafa þetta frelsi sem ég held nú að þetta snúist langmest þetta eru sumir að sameina hérna hótelgistingun og bílinn en koma svo að því að það svo sem ágætt en koma staðið þegar koma tilbaka það þetta frelsi sem stærsti punkturinn og veigamesti punkturinn. En þetta fólk sem sagt almennt séð ber mikla virðingu fyrir náttúrunni og sjálfum sér og þar á leiðandi tækjum og tólum og dótinu sem það með. Þannig að oftar en ekki fá bílana tilbaka tandur hreina og stundu ryksuga og skúra það og við þurfum alla að gera nokkuð skapaðan hlut. Og það þetta bara algjörlega frábært. Það sýnir að fólk ber virðingu fyrir hlutunum. Og þau jafnvel að fá sömu viðskiptavinna aftur og aftur? Já, það meira og meira að gerast að fólk að koma, kemur einu sinni og upplifir en langar í meira og kemur aftur og svo kannski á annarri árstíð eða eitthvað slíkt. Þannig að það meira og meira og það gerir það ekki nema það sé að koma þar sem að þjónusta góð og treystir fólki. Því það má ekki gleyma því að fólk að fjárfesta, það kannski búið að vera að safna lengi og þetta eru draumar og fjárfesta í okkur og við verðum að standa okkar plikt líka. Og það okkar hlutverk, það að sjá til þess að þessi draumar og væntingar og allt rætist og helst umfram það. Sko.